so near. You would never call me dear. Don't you know I'd die for you? Now you're gone, what can I do? Punk og punk. Punk er rock. Hrátt og kraftmikið og einfalt. Sko í mínum huga sko er bara punk svona hratt og einfalt rock sem er grípandi og skemmtilegt. Mér finnst punk tónlist ömurleg. Músík á þessum tíma, ég man nú ekki einlega hverju það voru. Var reyndar að hlusta allt annað en punk. Og punkið, það var bara uppreist í tónlist. Það var bara spark í rassinn á risaeðlunni sem var rock'n'roll bransinn. Og en bein þýðing, sko, að þegar ég var alast upp í Bandaríkjunum þessu ári, punk var með neikvætt orð. Punk var gæi sem lét taka sig í rassinn í fangelsinu. That was a punk, man. Ég held nú að punkið hafi ekki almennilega, sko, fyrir utan nokkra krakka, hafa aldrei almennilega komið til Íslands, sko. Ég man á þessum tíma í Kópavogi þá voru einhver svona frjáls kvöld og það var punk þema og allir krakkarnir komið voru búin að feika svona sikkerhetsnælu í gegnum kinnina og voðalega punkaralegir útlits og voru að dansa við Bonnie M og Grís. Ég ætlaði að reyna að verða svona grístöffari. Ég fór í apóteki og keypti mér Briljantín og mamma fór í Hagkaup og keypti svartan ból og gallabuxur, svona Duffys gallabuxur sem voru saumaðar í Hagkaup. Stal nál frá mömmu sem hún notaði til þess að sauma slátur með og stakk í sitt hvort eyrað á mér með nálinni og tók svo Pepsi eyrnalokk, fór inn á klósett, sko. Og náði svo ekkert að koma þessu inn. Þetta var allt svona, þetta voru áli, þetta var allt lint og ég var búinn að krukka í eyrunum á mér. Þá fór það að fossblæða á eyrunum á mér. Ég kannski bjó líka við þær aðstæður að ég fór til London og var í London til dæmis sumarið 77 sem er svona álitið verið eitt mikilvægasta sumarið. Það var sumarið sem punk gerðist í raun og veru. Það hafði verið að gerjast svona frá 75, 76. Man náttúrulega heyrði aldrei neitt í útvarpinu nema í þættinum Áfangar sem var einu sinni í viku. Og Guðni Rúnar og Ásmundur í Gramminu sáum. Þeir unnu líka í Fálkanum á Laugavegi. Þannig að ég fór og brauðfætti þá af þeim plötum sem ég hafði keypt. Það var alls konar stöf sem að heyrði þar sem hann svona gerði mann víðsýnni og opnaði augum hans og þeir voru að spila punk þar á meðal. Ég heyrði fyrst í Sex Pistols í fréttatíma Ríkisútvarpsins, eða 76, og þá var verið að svona hneykslast á Sex Pistols. Þá höfðu þeir komið fram í sjónvarpsþætti. Þeir hneyksluðu bresku þjóðina, hún var undirlögð hneykslun. Fyrst komu svona fréttir punki hérna á Íslandi í svona slúðurmólum í dagblöðum. Punkarar að velta sér upp úr klósettpappír. Ég eiginlega tók nú undir þessa hneykslun til að byrja með. Þar sem maður fór að lesa punkið, þar á eftir þá beindist andúð punkaranna töluvert að þeim hljómsveitum sem að spiluðu það sem kallaðist progressive rock, vinsælar hljómsveitir eins og Pink Floyd og Yes og fleiri sem að voru svona reyndar orðnar dálítið þreytulegar, en þetta voru svona eftirstöðvar að hippatímabilinu þar sem voru miklar pælingar að baki og músíkin mikið unnin. Það var spilað endalausar plötur með Yes og King Crimson og Pink Floyd og svona sem ég fílaði á afar illa og fannst rock afskaplega leiðilegt.
það var ekkert töff að vera rauðhærður og með briljantín, það var ekki að virka. Og ég var bara ekki inn, sko, ég var bara ljótur. Það var málið og ég yrði aldrei í neitt öðruvísi, þannig að svona rann það upp fyrir mér. Svo var það einn dag í 1978 að það kom hérna hljómsveit til Íslands, Stranglers, og mér bauðst frímiði á tónleikana og ég hélt nú ekki, það hlýtur nú endalaust leiðindi. Ég var hérna þegar Stranglers komu og svo frétti ég að þeir voru að fara að spila í höllinu og já, ok, nafnið var nóg fyrir mig, sko, á þessum tíma. The Stranglers. Ok, ég verð að sjá þetta band. Kvöldi fyrir tónleikana sá ég myndbandið af 5 Minutes í sjónvarpinu og var helmtekinn af punk-æði. Maður var búinn að vera á færum sumarið og heyra þessa Stranglers í útvarpinu og svona rosalega í skýjunum að þeir væru að koma. Fór á Stranglers tónleikana og þótti þeir frábærir. Aldrei jafnað mig á punkinu síðan. Og við vorum á leiðinni og það var alveg eins og sýn sem passaði vel við Stranglers að við sáum vera konu í sturtu í gegnum glugga. The West Sea, we didn't have much idea of the kind of climate waiting. We used our hands for guidance, like the children of a preacher, like a dry tree seeking water, or a daughter. Nice and sleazy does it. Þótti þetta vera mjög við hæfi að vera að fara á Stranglers konsert og sjá þetta. Á Stranglers tónleikunum þá birtust allt í henni svona hérna og þaðan einhverjir sem hann hafði ekki tekið eftir áður. Það væri punkara. En svo byrjuðu tónleikarnir og þetta var alveg rosalega flott. En ég veit ekki hvernig stóð á því en það einhverjar larfur sem sló mig hrikalega á kjaftinn og ég datt út í smá tíma og já, ég misti bara af restina af tónleikunum út af þessu, sko. Það var á þeim tíma þegar allar bæði varst hljómsveit, þá gastu haldið tónleika í Laugardalshöll og Any Trouble og fleiri hljómsveitir sem kom tróðfylltu Laugardalshöllina. Var nú lítið punk fáanlegt á Íslandi næsta árið eða svo. Ég keypti nú samt allar plöturnar með Stranglers og það held ég að vera það eina sem ég gat fengið hérna í plötubúðum. Og það var dálítið svona gegnum gangandi áhugaleysi fyrir þessu punki á þeim vígstöðum, sko. Menn voru að hlusta á West Coast rocki mikið, svona Jackson Browne og eitthvað, Eagles, pælaramúsikinn á þeim tíma. Tóku voðalega fáir við sér þegar punki fór að heyrast. Ráðið var það að taka upp hjá öðrum, fara til London og kaupa. Þetta hélt í manni lífinu að bara fara sjálfur, afla sér gagna í London. Því að það var staðurinn þá. Síðan sumarið þá fór ég í sveit norður í land og þá var fólk áskrifundur á Tímanum þar. Þá fór ég að sjá svona greinar í Tímanum hið svokallaða ræflarokk eða punk, mynd af Jóni Rottna eða Johnny Rotten, söngvarinn í ræflarokksveitinni Sex Pistols og hann heillaði mig og þarna var eitthvað sem ég gat tekið mig til fyrirmyndar. Öllum blöðum bar saman það að það væru vondir menn sem ekki kynnu neitt í tónlist. Hann var svona mjór og ljótur og rauðhærður og ég hreifst strax að því. Ég meina, maðurinn var stjarna og var í hljómsveit og þetta varð svona revenge fyrir mig. Þó ég væri ekki hávaxinn, dökkhærður og brúneygður og með jafnt andlitslag að þá átti ég samt séns, sko. Punkararnir voru gagnrýnir á þetta. Músíkin var komin langt frá fólkinu. Kostaði mikið að setja upp hljómleika því það þurfti að vera með svo mikið sviðsbúnað og annað í þáveruna. Og síðan þessi mikla vinna sem var lögð í músíkina að hún
eiginlega gerði músíkina gelta. Hitmennir og síru og gítarsólóa rockið og það er ekkert að gerast, það er ekkert gaman. Það var ömurlegt. Ég skil ekki hvernig fólk gat hlustað á þetta, hvað þá ég skil ekki hvernig fólk getur hlustað á þetta þann dag í dag. Ég ætla aldrei að fyrirgefa þetta. Ég meina, af hverju byrja svona hljómsveitir? Ekkert að gera? Drepast úr liðum? Það hefur ekki komið nein almennileg bylgja af góðum hljómsveitum hér á landi. Það hefur bara alltaf verið ein og svona, það er að segja við og 2-3 í viðbót alltaf sem hafa eitthvað að segja, tónlist. Við vitum hvað gott rock er og spilum gott rock. Ég meina, spáðu hvað er að skilja úti. Þetta er ákveðin tilfinning fyrir þessari músík. Þetta þekkist ekki hérna. Fólk er eitthvað að rugla bara hérna, ég veit ekki hvað þetta er að reyna að gera sem er að svona. Alls konar frumlegheit sem afbrigðilega takt. Við erum bara ekki nógu afbrigðilegir til að spila svona afbrigðilega músík. Við erum mjög eðlilegir ungir menn. Punkið hreinsaði músíkina og hreinsaði hausinn líka á vissan hátt. Þannig að menn urðu dálítið kannski skýrari og sáu hlutina dálítið meira frá upphafi, getum við sagt, sko. Þetta var eitthvað rosalega kveikti í manni. Þetta var svo ólíkt því sem var að gerast. Rock í lifið maður og hérna var komið eitthvað almennilegt í gang. Einn daginn ég heyri kassettu sem var í litlu kassettutæki á gólfi í eldhúsi í einhverju partí vestur í bæ og bara var ástfanginn á augabragði og stal kassettunni og hlustaði á hana dögum saman og tók mér marga daga að spyrja alla sem ég komst í hvaða hljómsveit þetta væri og það tók viku að koma að staði, þetta var Sex Pistols. Þá komst ég því að blöðin ljúga yfir alltaf. Hvaða tónlist er góð, hver er skemmtileg. Þetta var eiginlega svona orkubylgja. Þetta kom að stað jarðskjálfta, sko. Og hrundi fullt af gömlum byggingum og svona, sko. Spratt upp fullt af mjóla og villgresi. En þarna kom rockið alveg hrátt og brakandi. Maður hefði gæsahúð. Þetta svona gaf mér eitthvað í staðinn fyrir að vera bara eitthvað átkast í diskóheimi og þá gæti ég orðið inn í punkheimum. Við fórum að láta pirra okkur hvað þeir sem að fjölluðu popmúsík í dagblöðum, hvað þeir voru hallir undir diskóið og léttpoppið. Það virtist ekki ætla að koma upp neinn punk-hreyfing hérna á Íslandi eins og var í öllum nágrannalöndum. Ég ætla að hef ekki verið 78 sem að kom út fyrstu tölublöðin af þessu popblaði sem að hét Halló.
eða Halló. Og þá var það eitt af markmiðum, eða megin markmiðum með þessu tímariti. Það var að reyna að vekja upp svona áhuga fyrir punki. Já, punk, ég blessi, ég hef ekki hugmyndu hvað er. Bandið hét Halló og Heilasletturnar. Var fyrsta punkhljómsveit á Íslandi. Þeir kom ekkert til mér vestur á Sögu og áttu að skemmta, þetta var byggilega skólaball eða eitthvað svona. Komið þarna deginum áður, kurteisir, stroknir og fínir, báðum leyfi til þess að spila og hann sagði, strákar mínir, það er ekkert mál. Er þetta ekki dálítið rock hjá ykkur og svona, eða er þetta ekki dálítið kraftmikið? Þeir þurftu náttúrulega miklu meiri háað álæti heldur en við vorum með. Jú, við myndum vilja hafa þetta svolítið kraftmikið. Kallar á einhverja tæknina og segir, já, strákar, tengja á bara í gegnum bláa salinn, þá er nóg kraft og svona og við bara vorum mjög hressir með það og mættum svo daginn eftir. Þá vorum við komin í punkgallan og punkfílingin. Málaðir og rifnir og flottir og svona eins og bara fylgdi þessu öllu saman. Þegar við komum baksviðs og sáum við þetta risastóra glas sem var stútfullt af drægu brennivíni. Glasið sem að Raggi geymdi svona baksviðs til þess að hressa sig á svona á milli laga. Við dúndruðum í okkur öllu brennivíninu, fórum svo inn og punkuðum. Amma spinnur galið á ræflarokkin. Í gegnum nefið dregur hún eyrnalokkin. Afi segir, þú ert nú meiri yndisþokkin. Og gegnum tippi dregur hann kýtlusmokkin. Og maður svona sjokkeraðist hálfpartinn yfir þessu, en þetta var nú allt í lagi. Raggi Bjarna var alveg brjálaður, sko. Hann hafði aldrei séð aðra eins villimenn koma upp á sviðið. Og ég var nú eitthvað að þrasa í þeim. Ég held eftir þetta, það hvort græjurnar hefðu sprungið og eitthvað svona, því það var náttúrulega tölvur háaði. Já, honum fannst við hefðum eyðilagt alla græjurnar sínar. Sem það var ekki rétt, það var allt í lagi með græjurnar og eftir. Það var bara betri ef eitthvað var. Ég hefði ekki viljað vera gestur á næstu hæð fyrir ofan á hótelinu, en svo endaði þetta nú með því að ég var nú eitthvað skammað og ég held að það nú verið aðalega út af því að stálu bjór sem ég átti hérna. Ég man eftir að ég fór á einhvern gjörning á Kjarvalsstofu. Þar var minni mig einhver svona hljómsveit sem spilaði eitthvað sem var eins og punk. Það var í ágúst 78 á myndlistarsýningu sem að Frikki Þór og Steingrímur Eyfjörð héldu saman. Mér minnir að hafi heitið á Loftandaveiðum. Þeir voru svona konceptartistar. En mest þótti mér vert það að ung stúlka baðaði sig þar í blóði að mig minnir. Halldór Ásgeirsson var með einhvern gjörning þarna meðan. Þar sem hann var í korsiletti og dansaði og baðaði sig upp úr bala, upp úr svona blóðvatni og álkrónum. Baðaði sig í blóði. Það var ansi sjónrænt. Sumarið sko hafði verið fyrsta striptease sjóið á Íslandi. Var með hérna einhverju danskri stelpu sem að strippaði og baðaði sig upp úr bala og það var kallað Súsan í baði. Það var baðkar og hún velti sér upp úr blóðinu eins og greifa Ynja að öðlast nýtt líf. Kallaði gjörningin Súsanna í blóðbaði og hann notaði þetta mótíf fyrir sinn gjörning. Nei, ég man ekki hvað hljómsveitin hét. Og ég man nú ekki eftir músíkinu heldur. En blóðbaðið var eftirminnilegt. Halli og Heilasletturnar og Þvag og hvað sem þetta heitir sem eru kannski að segjast að hafa verið fyrstir í punkinu á Íslandi. Þeir eru kannski jafn mikið punk og ég var þegar ég var með Sigursnæruna og voru að hlusta á Bonnie M. Svo hljómsveit sem að lagði sig eitthvað fram í að vera hljómsveit og var að spila lengur en eitt konsert fyrir félaga sinna í listaskólanum. Það hlýtur náttúrulega að vera það sem telur en ekki sem sagt eitthvað eitt sjó einhvers staðar sko. Þannig að ég tel það alveg ótvírætt að Fræblarnir eru fyrsta íslenska alvöru punkhljómsveitin. Segi það sem rockfræðingur. Þegar að Halló og Heilasletturnar lögðu upp laupana þá fór að koma fram punkhljómsveitir á Íslandi.
Meðal þeirra voru svona bönd eins og Sarnaggarnir og Þvag, Fræflarnir. Það voru nú allt svona frekar frumstæð bönd sem að entust illa nema helst Fræflarnir. Þeir, mér skilst að þeir sé að spila þetta í dag. Við hrifumst af þessu og fórum fljótt að tala um það að við ættum eiginlega gerast framleiðendur af músík eða frekar en neytendur og ráða einhverjum ferðina og við vildum gera eitthvað svipað og þetta sem heyrðum Sex Pistols og Clash og vorum alveg óðir í þetta. En svo gerðist ekkert í nokkrar vikur. Þá hitti ég Valla og hann sagði mér það að ég ætti að vera trommuleikari og mér fannst það bara alveg upplagt fyrir mína skapgerð og við kýldum bara á það. Þess er ekkert að gera. Fyrir 3 árum. Allt fælega leiðilegt. Við fórum bara að spila, skemmt okkur, auka kynferðislegt kikk. Það er ekki ein einasta hljómsveit í öllu landinu nema við núna. Það er ekkert almennilegt að ske hérna nema við og svo örfáar undantekningar. Örfáar. Ég meina bara líffræðileg staðreynd að Íslendingar virðast ekki skilja rock og hafa aldrei skilið það. Ef við sleppum öllu svona uppgerða lítillæti þá sé ég að við einir að fá hans að skiljum þar að skil. Þeir eru alltaf skildir sauðkindinum til að skilja hana í Jarmus og Gunnar Þórðar. Þú sá flokkinn á þeim, það passar. Leiðindarugl. Já, ok, bara ekkert persónulegt, þetta er leiðileg músík eða mikið mannum. Já, þetta er ekkert persónulegt, bara leiðileg músík. Ég man þegar ég var í menntaskólanum í Kópavogi og sá Fræflana fyrst. Barði Valdemarsson var hérna í einhverjum, gott að það var ekki mitt í einhverjum nasistabúning. Þetta var, mér finnst það bara að vera, þú veist, ég held að þetta var eitthvað útibúð frá leikfélagi Kópavogs. En mér finnst það æðislegt, samt. Það er mjög fyndið. Og flott, mér finnst það mjög flott. Maður fattaði alveg þessa kraftin í þessu og hann var inspírandi. Hugmyndin var við dressum okkur upp alveg eins og Bjarnar og vorum með einhverja sýningu á sviði. Og hugmyndin var eiginlega að gera grín að þessari ímynd sem punkið hefði fengið hérna í íslensku blöðunum. Það gengi allt út á undarlega föt og nælur og allt það. Þið getur bara ekki ímyndið eitthvað svipinn á fólki sem var að hlusta á Fræflana fyrstu tónleikana. Þið getur bara ekki ímyndið hvað sjokkið var gríðarlegt. Þetta gekk bara svo glimrandi vel. Það hötuðu okkur svo margir og nógu margir elskuðu okkur og núna erum við frægir. Það var nú ekkert möðugan garða gresja í progressív rocki á Íslandi. Þá beindist þetta gegn diskómúsík og svona léttpoppi. Ég er náttúrulega algjör andstæða punksins. Diskódrottning Íslands eins og ég hef nú oft verið kölluð. Hinn helmingurinn af leiðendunum, það var þetta helvítis diskó. Það var hrikalegt. Ég man vel þegar punkið kom inn á sjónarsviðið. Það var nú bara á þessum sömu árum og ég er upp á mitt besta í diskóinu að skemmta í Hollywood og þessum stöðum. Við félagarnir skiptum bara heiminum upp í punk og diskó. Ég hræddist þetta svolítið á þessum árum. Ég kannski klæðnaðurinn og lætin og textarnir, þetta var svona eitthvað svona rosalegir öfgar meðan að allt í kringum diskóið var
mikið glis og glamúr og diskoljós og sjó og svona, þannig að meiri andstæður ekki hægt að finna. Þrátt fyrir hrakspár margra að diskóæðið myndi hjaðna eins og hver önnur tískubóla, heldur það ennþá reisn eftir margra ára velgengni. Gunnar Þórðarson hefur tileinkað sér þetta tímabil sem önnur og semur nú og útsýtur eftir diskólínunni. Hér eru það Helga Möller og Jóhann Helgason sem flytja okkur eitt nýjasta lag Gunnars, Willi og Lulla, við texta Tóbi Hörmann. Svo komu bílar og við sáum svona hver var að keyra, við vorum að skipta fólkinu, þetta er punk, þetta er disco. Þannig að heimurinn var alveg skiptur í tvennt á þessum tíma. Flokkstjórinn var einhver gamall hippi, gátt einhverja ljóðabækur og eitthvað. Hvernig get ég skipt öllu svona í punk og disco? Mér finnst það ekki vera sanngjarnt. Til dæmis, hvað er ég? Þú er bara hippi, svo er við. Tónleikarnir í Vestló, það var skelfilegt. Við vorum ekki alveg að fara nógu vel með áfengi fyrir þessa hljómleika. Og illa æfðir og kunni ekki alveg lögin sem voru að spila. Menn voru alveg út af þekki og þeir fáir sem mættu þarna á Vestló, þeir með eiginlega skortir tækni til að lýsa svipnum að þeim. Við vissi ekkert hvað var að gerast þarna. Einhverjum menn málaðir og draugfullir upp á svið að reyna að öskra og garga og spila eins hátt og hratt að þau gátu. Mikið fjör og kraftur þarna. Ég skrifaði bréf í dagblaðið sem að ég lauk miklu lofsorði á hemstina. Og náttúrulega konum með aðdáðanda, þá var ekki þetta annað en að halda áfram og vera alveg hljómsveit. Við Valli vorum alltaf harðir á því að við værum komnir til að vera í punkinu. En hinir sem voru með okkur, þeir áleita þetta meira svona bara grín og djók. En þetta lesendabréf hans Helga var dálítið til að stappa í okkur stálinu. Þið heyrið seinna að það hefði orðið til þess að hljómsveitin hélt áfram, annars hefði hana þrotið örendi eftir þessa tónleika. Svo var nú einn blaðamaður hjá DFF sem var alltaf að skrifa það að punkið væri dautt og fagnaði öllu sem hann taldi vera einhvern áfanga eða ávinning hjá diskóliðinu. Það var svona dálítið þunnhærður og þess vegna tókum við upp á því að kalla léttpoppið skallapopp, honum til háðungar. Þegar punkið kemur upp þá er ég á fullu við að skrifa tónlist fyrir DB. Eiginlega það fyrsta sem kom, það var með Sex Pistols og manni þótti það nú ekkert sérstakt satt að segja. Það var, John Lydon var nú ekki svo allra besti. Þú veist, það var svona litið niður á mann sem einhverja disco queen, eða disco drottningu. Og punkarar eflaust hötuðu diskóið. Kannski ekki mikið af svona diskó-aðdáðendum í okkar hóp en fólk sem hlustaði á allt aðra músík og þoldi okkur ekki og það var bara eins og það var. Maður tók þessu bara eins og hverju öðru, rétt eins og maður tók diskóinu því að mér þótti diskó ekkert skemmtilegt og þykir ekki ennreyndar. Ég var nú gallar friki diskó, já. Ég fór að dansa diskó alveg bara. Það var ekki málið. Því fleirveikt. Þetta er ekki tónlist fyrir 5 öður en... Það var til fullt af góðu punki, en það var líka til slæmt punk. Og það var eins og með diskóið, það var til gott diskó, það var líka til slæmt diskó.
Já, ég bara náði aldrei inn í einu diskógelfu, fattur við, maður slefi yfir nokkra þarna, en þetta var svo fordómafullt helvíti maður, veist það, fattur við, veist. Eins og ég segi, fólk hélt að maður væri bara gangandi sprauta, með sprautu í æðin, fattur þú, ég hef aldrei sprautað mig. Það bara, veist, ég veit ekki hvað fólk hélt, fattur við, veist, að maður væri ekki maniak með skerandi öllum á háls eða eitthvað, Steinþegið þig! Summer loving had me at last. Summer loving happened so fast. Met a girl crazy for me. Met a boy cute as can be. Summer loving had me at last. Summer loving had me so fast. And met a girl crazy for me. Met a boy cute as can be. But the day you slipped in the eagle in the summer. Animal, did I get the right part? Animal, on the bell. Shubaba, shubaba, shubaba. Í maí 1978 kom hérna hljómsveitin Stranglers. Þá fékk ég tækifæri til þess að ræða við Jet Black, trommuleikara Stranglers í dálítinn tíma og þar á meðal þá spurði hann að hver væri nú munurinn að hans áliti á punki og nýbylgju og hann sagði punk er fatatíska, nýbylgja er rock. Og þar með vissi ég það að punk náttúrulega skipti mig engu máli því ég var að fjalla tónlist en ekki fatatísku í DB á sínum tíma. Punktískan, hún var náttúrulega bara heimatilbúin framan af. Svo kom kapitalið og reyndi að búa til veldu úr þessu. Punki klænaðurinn átti að vera neysl. Það átti að neysla fólkinu að koma þeim úr jafnvægi, fattur við, bara þetta tókst á vel á tímabili, en eins og ég segi, núna er orðin hverju annað tískufátabúi að byrja að selja þetta sem fínt. Þannig að það er orðin erfitt að neysla á þeim ári. Það sýndu sig engin áhuga nefn bara krakkarnir sjálfur. Það var ekki tekið upp í samfélaginu sem svona söluhvetjandi gimmick. Steinþór í Hraðbrauninum var ekki að auglýsa kók eitthvað hlutis, eins og er líklega gert í dag. Nota föt af einhverjum öðrum og svona og þetta var það sem maður búinn að gefa frá sér mamman eftir sér. Átt að einhver fólk að hendi fötin í manni út af því mamma átti ekki efna á því eitthvað kjaftaði eitthvað. Þannig að maður fyrti að þannig sé vel inn í þessi munstur sko, þetta var eins og maður fætti bara punkaði bara. Segjum bara 77-78 að þá gerði ég tilraun til að fara inn í búðina 6 á Kings Road og reyna að kaupa mér þar svona buxur með rennilásum og einhverju svona glingri utan og einhverja svona skyrtu eða eitthvað svona dót, einhvern fatnað til að vera svona eins og alvöru eitthvað. Það bara passaði ekki einhvern veginn á mig. Í staðinn þá fór ég heim og fór þá inn í verslun sem að hét Andersen og Laut og var á Vesturgötunni og þar fann ég svona ágætar hvítar skyrtur, svona gamla jakka sem hentuðu mjög vel til þess að svona byrja bara að skreyta eins og ég hafði séð það bæði í blöðum og á götunni. Held í hárið og sprauta svona hársprayi í og svo þurrkaði ég með hárþurrku leið og sprayið kom í. Fyrst skipti vinið minn svo látið bara einhvern sneitt þetta bara. Búinn að safna í nokkra mánuði. Ég var líka til þess að svona terrifæsera fólk sem að þolir ekki svo annað fólk sem að vill kannski vera aðeins öðru seldur en aðrir. Og það var mikið issue fyrir mér að vera ógeðslegur og vera skítugur. Ég hætti að þrífa mig, hætti algjörlega að fara í bað og ef að mamma neyddi mig í bað þá bara fór ég inn og lokaði og lét renna í bað og hlusta á einhverja tónlist og kom svo fram aftur. Aðeins eitthvað smá bleiti í hárið á mér. Sko atriði sem eru hvað ríkust í punk tónlist og í punk yfir höfuð og það er þetta viðmót að maður á að gera hlutina sjálfur eins og að búa til sín eigin föt sjálfur og bara þetta sjálfsbrotna element sem er í punkinu að hlutinni gerast og maður veit ekkert endilega af hverju. Síðan setti maður svona óþverra í hárið á sér eins og smjörlíki eða eitthvað slíkt og til að vekja ná mikinn óhug og svo var flott sko þegar það fór að þrána í höfðun á mennu. Þetta var æðislegt á veturna, þá gæti maður alveg mótað hvaða hárgreiðslu sem var
en inni þá lag þetta svona niður, svona smjörtaumarnir runnu hérna niður hnakkan á mér. Ég man alveg eftir þessu þegar þetta var að byrja, menn fór í skápinn hjá mömmu og pappa og náðu sér í einhverja skrýtnar buxur og svo náðu þeir einhverja skyrtu sem þeir rifu og festu einhvern veginn saman einhvern veginn öðruvísi og ruggluðu svo hárið á sér í speglinum og það var kallað punk. Það var mjög stór hluti af þessu fatnaði, það var að merkja sig og það var að vera með svona lítil merki og festa merkin á með sem sagt að vera með merki með hljómsveitunum sem varst að hlusta á Buzzcocks og Spice Energy og Sex Pistols og God Save the Queen og hafa þetta á boðungunum og vera svona svolítið svona alvöru. Ég man að ég fór fyrir einhverju úr fræflánum og keypti Ramones merki og svoleiðis og kom með tilbaka. Það var að vita að ég væri að fara út og hvort ég get ekki komið með merki tilbaka. Þú veist, ég náttúrulega var þetta bara búið til bara upp á íslenska vísu. Byrjaði að spinna inn í eyðurnar þar sem að kannski efni og aðstæður buðu ekki upp og að vera alveg eins og þessir þarna út í London. Ég man ekki eftir neinni búð sem að maður gæti eitthvað að fara í til að fá sér punkföt og vinnufattabúðin. Var á þessum tíma að selja svona hermannúlpur á svona dálítið punk í því. Sérstaklega maður búinn að krota eitthvað aftan á. Ég var þarna einn, var í jakkanum mínum með skrifa ratt aftan á og keðjur, spreyja með svo þeitu spreyi sko að það stóð eiginlega ekki, það var komið eiginlega út sem fat. Það var æðislega skemmtilegt að sjá hérna audiencein hérna í myndir sem voru að berast frá Bretlandi þegar punkið var að byrja. Þetta var bara eins og hérna Halloween í Bandaríkjum lá við, en eins og Johnny Rotten bent á að bransinn og tískubransin var mjög fljótt að taka þetta inn á sig, þannig mjög fljótlega þá gastu fara út og keypti Sid Vicious búning maður og svo allt í einu varst að sjá fullt af Sid Vicious klónar, Johnny Rotten klónar og raun og veru punk tískar átti aldrei að vera það sko, það átti bara, þú ert bara að vera þú sjálfur, það er allt í lagi. Ef þú vilt stinga nælu í gegnum hausinn á þér og vera í kjólinn hennar mömmu, það er í fínu lagi. Maður er orðinn þreyttur á þessum social moral hérna, musuliði. Það finnst þér ekkert vera gott nema með hamar og sig. Ég vil elska mína þjóð. Já, ef maður hefur ekki unnið í fiski í 10 ár, þá er maður ekkert sniður. Q4U-liðið, sko, það var alltaf alveg útúrpunkað. Dálítið svona eftirlegu, kindarlega punk samt, náttúrulega 80-81 og náttúrulega var punk aðstæðar á niðurleið og voru bara eftir einhverju svona posers, eða svona lið sem að tekur útlitið yfir innihaldið og maður sér ennþá þetta í dag á mörgum sviðum samfélagsins og náttúrulega liðið sem hékk á Hlemmi sem voru basically bara alkohólistar og framtíðar velferðarkerfis case. Þeir voru allir í svona punk lookinu sko, eða svona samt þessu svona leiðindapunki sem kom í kjölfarið á góða punkinu. Það var eitt sem að þótti sérstakt við punkara og ég var oft spurður að því, ertu punkari? Já, má ég hrækja þig? En við gerðum þetta sem það var Hlemmi, við vorum að hrækja svona á hvern annan. Safna svona horslumum og hrækja og einhver hrækti til dæmis á mig og í hárið á mér og þá bara greiddi ég það svona í hárið á mér. Það var svolítið metnaður hjá okkur á Hlemmi að hver væri svona ógeðslegastur. Ég lagði dálítið upp úr góðum hljóðfæraleik, taldi það að vera kost og hafði gaman að Dire Straits og Messaforte. Gítarsóló þótti mér kostur, en það hvarf allt þegar ég sá fraflana. Það var ekki málið að geta gert gítarsóló heldur nóg að kunna 3 grip. Og svo eiginlega frelsaðist ég alveg til punks þegar ég fór það var svona generalpröfa fyrir tónleika í Kópavogsbíó, einhvern tíma 79 og sá hljómsveitina Snillingarnir og svo komu Fraflarnir og svona þá má ég segja að hafi ekki verið aftur snúið. Svo tók ég nú viðtal við Fraflana fyrir Halló-blaðið en áður en viðtalið birtist
Þá vildi svo illa til að það varð upplausn hjá prentsmiðjunni. Ég held að hún hafi nú ekki farið á hausinn en hún allavega hætti og viðtalið endaði í klámblaði, Tígulgosin eða Spaðagosin en hvað það hét. Mér þótti þetta mjög skemmtilegt og flott viðtal en fræflanir urðu rosalega móðgaðir. Ég var nú frekar hissa á því vegna þess að mér þykir að pönkarar eigi í fyrsta lagi ekki að vera viðkvæmir. Í öðru lagi þá fannst mér það ekkert vera neitt óheppilegt fyrir pönk að það væri einhver skrif eða viðtöl það í klámblaði. Þannig að eina hljómsveitin sem ég hafði svona reglulega gaman af var Stiff Little Fingers svona framan af. Þeir voru frá Ulster. Þeir eru allir ljótir eins og Írar eru allir, þú veist, það er náttúrulega engin tannlæknar eða neitt á Írlandi og neitt svona þannig að þeir eru allir með svona ferköntuð stálgleru eins og ég og ég fann mikla samkennd með þeim og síðan kom hljómsveitin bara mín, það var hljómsveitin Crass sem var bara eins og sköpuð að minni fyrirmynd. Það var fólk sem var allt meira að minna forljótt, þvengmjótt og talaði ekki neitt annað en anarkisma og náttúruvernd. Maður með fullt af hugmyndir og maður er búinn að lesa og fá fullt af hugmyndir og maður er að horfa á þetta eins og þetta er núna. Þetta er fucked up og ef maður spáir í því, fattur við, þeir sem eru að tala um anarkí sem sagt alveg stjórnvaldalausa anarkí, fattur við þá bara gjöra svo ef þið eru með þetta í heiminum. Það er tótalega ríkir anarkí núna í dag. Þótt að sé eitthvað svona blekkingar með eitthvað stjórnvalda, þetta er allt í höng. Ég man að ég var oft mjög reiður út í kollega mína í punki sem hafði ekki lesið til eins og Kropotkin fursta sem ég fannst nú algjörlega skyldulesning fyrir alla punkara að lesa ævisögu Kropotkins fursta og kunna skil á Bakunin og fleiri svona hugmyndafræðingum anarkismas og ég var oft mjög sár út í punkara og mér fannst að vera svolítið gervipönkarar sem ekki voru með anarkisman alveg á hreinu. Mér fannst það að vera svona kjarninn í þessu. Já, maður var nú ekkert að hugsa um einhverja pólitík, það var nú alveg bara vissi ekki neitt hvað þetta hérna inn í þessu þing þýddi, og ég hef ekki neitt að kynna mér það ennþá. Eins og það er líka típist með þetta allt pólitíska kjartaði, þykjast allir hlusta á Krass og vera að kjósa verkamannaflokki í Bretlandi. Það eru Krass að syngja, political right, don't need your politics. Anarkistarnir farnir að kjósa í Þjóðviljanum. Já, þú veist, Íslendingar verður að tala um anarkisti og vinstri sinni sér nákvæmlega saman fyrirbrigði. Annars, þú veist, allir þessir anarkistar með skreyta sig með AI og drastlið, þeir vita ekki, veit varla hvað þetta er, svona. Þeir gera þetta og svo ekkert meira.
Þess vegna getur við skrifað svastikur. Svastikur er miklu Anarkismi er bara tískufyrirbæri eins og písmerki og svo álíka helvítis rusl. Þessu draumur það, fattur við, að geta stjórna sjálfan sig og lifa í samfélags þar sem allir eru jafnir. Fattur við, þetta er voðalega yndislegt og frábært en því miður, fattur við, það þurft útrýma öðrum síki fyrst og það er anskotum mikið vinna framöndan ef maður ætlar að fara. Punk var aldrei ein pólitík heldur. Það voru hægri sinnaðar og vinstri sinnaðar punkarar, sumir kölluðu sig anarkista en þetta voru bara eins og fólk af flest að reyna að átta sig í flóknum heimi. Ég hef meira verið fyrir þessu pólitíska stefnu í punk og ekki þetta show-off eins og Freflanir, Sex Pistols, Bubbi Mortens. En pólitíkin gerði þá ekki endilega músíkina góða. Og músíkin gerði ekki heldur pólitíkina góða. Þú voru ekki að fylgjast með fyrir það var orðið eitthvað æðislega fínt fyrirbrigði. Blaðamenn voru búin að, kjafta. Blaðamenn voru búin að gefa út nákvæm boðorð hvernig þetta hægða sig til að vera alveg í stíl og vera ekta punkari. Vá, fyrsta regla að vera vinstrisinnaður. Já, það voru að hafa við hlutin að hreinu að vera punkari, það er ekki orðið mjög dýrt. Uppreisnar mórall og kjaftaði annað. Fræflarnir, mér fannst þeir nú bara svona eitthvað. Þeir voru ekkert að syngja anarkisma, þeir voru að syngja samfarir og bjór og voru á móti hippum og það var ekki alveg mitt. Ég vildi meira svona tala anarkisma og hvernig við myndum koma á anarkisma, hvernig ætti að fuck the system almennilega, koma Þorsteini Pálssyni frá völdum og koma á svona anarkista lýðveldi á Íslandi. Og þannig eiginlega hægt að segja frá því, á þeim tíma þá brugguðu fullt á bjór. Það var ekki hægt að kaupa bjór á Íslandi á þessum tíma. Og við dróðum alveg heyri kassana með okkur á æfingar, Svo var verið að æfa sig þarna og drekka svona heimabruggaðan ógeðslega bjór inn í menntaskólann. Þetta komist upp þarna, allir er reknir. Það var staðnum, Elli, hættu þessu! Það var ógeðslega gaman þegar voru í stöðu. Þeir gætu verið alveg annað agalegir, alveg að hreinja, þeir gætu verið ógeðslega þéttir maður og það var aftur góð gig með þeim. Helvíti góð gig. Ímyndina, það sem hefur verið sýnt á okkur er annars vegar Melarokkið og Rokkið Reykjavík og þetta eru hvort ekki alveg skelfileg dæmi og lýsa hljómsveitin ekki á nokkuð þátt eins og var á þessum tíma. Punki rauf þessa listrænu blekkingu og reif þennan líknarbelg, lyga, snobs og lista. Kom bara hlutunum aftur upp á jörðina þar sem var hægt að spinna sér hærra. Svo einfalt er það nú bara. Þetta voru bölvaða listamenn og enn. Við þoldum ekki listasnobb,
kjaftaði að vera sannur í listinni ef maður geti elt að þessu helvítis þvaðri. Þetta engir einhverjir synir fátækra verkamanna í Suður-London sem er að reyna að mótmæla Margaret Thatcher eða Davíð Oddssyni for that matter. Punk kannski viðhorf dálítið þetta að gera hlutina sjálfur og taka frumkvæði og gera bara hlutina á þess að maður hafi próf upp á að geta það og allt þetta sko. Nylon ekki mikið punk. Það var ekki svona punk nylon, minnum mig. Steinar Berg sko fór ekki og fann einhverja stráka og gerði hljómsveitina Nylon. Mér fannst vanta svolítið mikið svona anarkisma í íslenskri tónlist. Þess vegna stofnaði ég Nefrennsli. Síðan var ég bara ótrúlega feiminn. Ég þorði aldrei að spila á tónleik, ég þorði aldrei að syngja á tónleikum. Maður þurfti ekki að fara í tónlistaskóla til að læra punk. Heldur var bara betra kunni ekki neitt. Ég vildi æfa meira og gera betur og þannig að það var nú ekki úr því sko, en mjög góði textar. Policeman in the street, arresting those he meet, why he does, I can't see, but I can be care if he doesn't take me. Það erfitt þegar menn alltaf að reyna að vera gáfaðir. Það oft ferlega leiðilegir. Tónlistin aðalatriði, svo boðskapurinn aukaatriði, en það svolítið djöfisins kjaftaði yfirleitt. Það náttúrulega einn og einn sem sagt orðaði vit, en hann hefur þá ekki sagt eitt orð, því restin hefur verið bull. Fólk veit alltaf misskilja þessa texta alveg ferlega. Það er að fólk verður að skilja okkur eins og það vit til. Okkar textir eru alltaf langbestir. Langbestu textar sem Íslendingar hafa gert, en ekki El Salvador eða eitthvað út í heiminni sem við aldrei nokkuð hunds við tala. Eða upp úr einhverju stefnuskoðun. Okkar textar eru frá fyrstu hendin, ekki frá þriðju eða fjórðu eins og hjá mörgum öðrum. Við lýsum lífinu. Years ago, my mother said to me, we've got to go away, son, to Memphis, Tennessee. We took old Sally with us, she was so dear to me. But then I could not understand how things were to me. Oh, Sally, oh, Sally, oh, how I see that our love was not to be. Oh, Sally, oh, Sally, oh, how I see that our love was not to be. Ég fjall vel inn í húmorið þeirra og maður vorum að æfa og vorum að taka, þeir voru að undirbúa plötu sem hét Westworld þá. Og þá ætlaði ég nú aldeilis að stríða þeim. Og ég fór að spila einhverju jazzfrasa, jazzlag og hvernig líst þér á stað og var að reyna að gera og pissed off reyndar. Svo bara, hei, þetta cool, tökum við þetta, ég hef búið til lag úr þessu. Og það var bara tekið upp maður. Og svo fór ég byrja á countryflasa. Og í stað fyrir að pissa off það bara, cool, tökum countrylag maður. Og Valli bjóð til að frábæra texta á Sally. Það er mann sem verið ástfanginn nöyt eitthvað djöfull. Sent me to a doctor who treated in my head. You're making love to cause of something terrible ahead. So now my dear old Sally, my life is rich and full. I took you to the butcher and I bought myself a fool. Svona voru þeir, þetta er svo opnir, frjálsir og fyndnir og kaldhæðnir og crazy. Ég lít allan að þannig á að Fræblæðin hafi verið fyrstir í að útbreiða boðskap punksins og oft með mjög mikið anstreymi og spila á einhverjum svona klúbnum og einhverjum svona stöðum þar sem að diskoliðið var öskrandi á það og kannski einn, tveir í salnum sem hafði gaman að þeim sko. Klappa, taka 38. Það var náttúrulega fullt af
fólkið þarna að hlusta á sína diskómúsík og við spilum þarna það þolir okkur enginn. Þar réðust fræflarnir inn í mekka diskótónlistarinnar. Það var hópur af fólki að spila og þetta var eins og brúðuleikhús frá helvíti. Lagið að enda sko og einhver dama öskraði hættu þessu helvíti að spila einhver almennilega tónlist. Þannig að ég öskra ef þið klappið ekki þá höldum við áfram að spila og svo tókum við eitt lag og Stebbi trommari, hann var ekki í landi, hann var alltaf á sjónum. Þarna var hann út á sjó og þá var þá bara gripið næsti maður settur á trommur og hann barði lögin í upphafi. Svo birti Stefán hann og hafði einhvern undraverðan hátt komið sér í land. Kom með svona stóran páfagauk sem flögraði hann allt meðan á tónleikunum stóð. Hann auðvitað flaug hann og skeit á diskóliði sem var að púa okkur. Það klöppuðu allir eins og vitlausir til að losna við okkur. Nú, fyrst er það svona gamma hjá okkur, þá tökum við fleiri lög. Þá hættir við að klappa. Ég fékk í fermingargjöf bassa sem var Höfner. Hó hafði brotnað framan af, sko. Ég held að það væri fner. Ég bara einhvern veginn pældi ekkert í því. Síðan þegar ég hitti sko fræflana, þegar þeir voru að spila í bústöðum, og þeir höfðu svona takmarkaðan áhuga að ræða við mig, voru miklu töffar og svona hljómsveit en Steinþór var þarna og ég sagði við hann að ég var í punkhljómsveit og ég var í bassaleikari eins og hann. Hann spurði mig hvernig bassa ég ætti og ég sagði að ég á fner og með það hlógu þeir allir og ég var svona allæg en ég var vanur því. En fræflarnir, það má eiginlega segja að þeir voru nánast að berjast á móti straumnum í 2 ár, einir, áður en að allt fer á stað, sko. Fræflarnir þrjóskuðust við endalaust, sko. Og ég held að það hafi nú oft verið alveg á limmunum að gefast upp, sko. Já, fræflarnir gáfu út smáskífu og það voru einhverja fleiri hljómsveitir að spila punk, en það svona náði ekki alveg upp á yfirborðið. Það virtist vera svona meira einhver lokaður kunningjahópur eða einhver í þáveruna. Okkar á milli þá vildi ég fara lengra. Ég var líka með hugmyndir sem ég held að engin annar tónlistarmaður hefði þorað að taka á en
valgarður. Til dæmis langaði mig til að punka Internationalinn. Ég var með þá hugmynd að sjóða saman Internationalinn og lagið Ég vil auðga mitt land, ég vil la og fara með það í Ég vil auðga, ég vil la. Hvernig fannst þér? Ég vissi ekki að vera svona mikill tónlistarmaður. Hvað verður maður að gera svona trippelskil stressi? Já, tónlistin rullir. Við sjáumst. Hvert einasta sjónvarpsprógram sem er tekið upp í dag nánast, hver einasta umræða sem fyrir gangi í þjóðfélaginu, hún litast af því frelsi sem að fylgdi þessari tónlist og þeirri hugafarsbreytingu sem liggur í tónlistinni. Þessu sló inn í þjóðarmerkin, held ég. Og ég held að Íslendingar hafi verið sérstaklega meðtækilegir fyrir pönkinu því innst inni eru við allir mjög afturhaldsamir anarkistar. Hvernig sem það gengur nú upp? Mér er alltaf mjög minnistæður konsert á Hótel Borg þar sem að fræblarnir voru að spila og voru út í horni. Þetta átti að vera svona punk-hátíð, svona í minningunni að þá man ég bara eftir því að það var enginn þarna nema kannski 3, 4, 5. Það voru ekki margir sem maður gæti sagt að væru ekta og væru sko upprunalegir. Það voru fræblarnir og þeir út í Kópavogi. Síðan var það ég hérna í Vesturbæ Reykjavíkur. Og á þessum tíma var ég nú sjálfur byrjað með hljómsveit sem hét Dordingnar. Hún var nú eiginlega, náði ekki að verða punk-hljómsveit, en náði því samt að spila með fræblunum og utangarðsmönnum í Kópavogsbíó í apríl 1980. Og þarna held ég að byrja nokkuð margir sem að kannski eru ennþá að gera eitthvað í dag. Ég byrjaði í utangarðsmenn og ég kynntist fræblana. Ég spilum saman þetta fyrstu gigum með utangarðsmennum. Utangarðsmenn og fræblarnir saman í Kópavogsbíó á tónleika sem hét Heilbrigð æska. Og þetta voru tímamót og tónleika, sko. Það var ekki aftur snúið. Bubbi alls óþekktar á þessum tíma og utangarðsmenn voru svona mikli rockarar og svona stjörnur kannski alveg strax þá. Pollock bræður náttúrulega svona hálfbandarískir og meira framhandlegra lið heldur en fræblarnir sem voru bara strákar og Kópavogi. Á þessum tónleikum voru fræblarnir aðalnúmerið og utangarðsmenn spilaðu undan þeim og það var svona dálítið hlé á milli. Þetta lið sem að fræblarnir kölluðu vinstra lið og mennta snobb, það fór allt heim þegar Bubbi var búinn. Þannig að það voru svona smákrakkar og svona hlempöngarar sem voru þegar fræblarnir spiluðu, sko. Bubbi orðaði þetta mjög vel, sko. Hann sagði það, sko, einhvern tímann í einhverju viðtali, hann getur nú verið orðheppinn.
að Fraflarnir, þeir opnuðu dyrnar og utangarðsmenn gengu inn, sko. Það var ekki bara það að sko utangarðsmenn sem slíkir að þeir næðu svona að hitta á streng í þjóðarsálinni sem þeir reyndar gerðu. Ég meina, ég vissi að við vorum að gera góða hluti á alltaf, veist, hérna, en þetta kom manni allt óvart. Bæði hérna hvernig þetta blossaði upp, þessi sprenging í íslenska tónlist og líka það allir þessi læti sem eruði fljótlega í kringum utangarðsmenn, veist. Eftir þessa tónleika þá var allt í einu voðalegur sko áhugi á punki eða þessu nýja rocki sem kannski hafði þó verið í gangi í kannski 1,5 ár með Fraflánum, því að Bubbi og utangarðsmenn voru svona sterkt afl og það var eftir því tekið sko, meðan kannski Fraflarnir að þeim svona meira svona móka undir teppi. Já, utangarðsmenn voru kraftmiklir rockarar en ég myndi ekki kalla það kannski punkara. En það er náttúrulega mjög lína þar á milli. Að það var hérna Blessun og Bölvun að við gerðum fljótlega mjög vinsælir og það var náttúrulega mjög hallærislegt hjá pönkunum að vera vinsæll þar maður fljótlega blammaði fyrir það lengur. Það þótti ekki kúl að vera vinsæll sko, við vorum ekki alveg pönkarar. Það kostar klofa ríðarafti og við okkur tókst það. Þetta í raun og veru ekki neitt sem að gerast. Það er kannski ekki fyrir en svolítið seinna, en ég myndi ekki kalla það punk. Að þegar tónleikarnir eru í Kópavogsbíó og verða þarna nokkrir svona alvöru tónleikar þar með utangarðsmönnum og snillingunum minni og Fræflunum, þá kannski kemur svona vísir að einhverja senu sem að síðan náttúrulega bara leysist upp í vitleysu rokki Reykjavík. Ef ég okkar háttalag hugsaði mín æði eina nótt og engan dag áttum við þá bæði.
Það er náttúrulega sagt að rockið hafi drepið punkið og lifandi tónlist. En það er nú ekki allt kostar rétt af því að rockið gaf fólkinu möguleika að sjá sjálf sig í réttu ljósi og sjá stærð sína. En rockið er kannski svona leggsteinn yfir punkið af því að minnisvarði. Og það er bara eðlilegt framhald af minni vinnu af því að ég vann í kirkjugörðum við að leysa leggstina fyrir S. Helgason í 10 ár. Og alla mína myndir eru leggstinar yfir eitthvað eða minnisvarðar yfir annarkvort fólk eða fyrirbrigði sem hafa mér kær. Málið bara það, eins og alltaf þá byrjaði fólk ekki að fylgjast með þessu fyrir en allt er farið að fara til landspótans úti. Leiðinda hljómsveitir eins og Joy Division og Company eru konar upp og voru aðalnúmerið, þá kemur liðið hérna hlaupandi og allir vilja vera með og allir vilja hlaupa og vera fínir. En þetta er akkúrat andstæðan með þess að þetta gekk út á í upphafi. Þar sem að ég meina hvað erum við að gera? Spilum bara hröð og kröftug poplög, grípandi og einfalda melódíur. Akkúrat það eina sem skiptir máli. Menn er alltaf að flækjast í einhverja helvítis frumlega og sniðuga takta og æðislega flóknar línur og eitthvað háþróa kjaftaðir og þetta er drepleðilegur afsköpun. Punkið hérna er alveg jafn sér íslenskt fyrirbrigði eins og punkið í Danmörku er sér danskt fyrirbrigði og punkið annars staðar er sér. Punkið er ólíkt á öllum stöðum. Það er aldrei eins. Ég var aldrei punkari, sko. Þeir voru aldrei punkband. Þeir sem viti eitthvað punk vita það jafnvel og ég að þetta var rockhljómsveit í rauninni, sko. Svona tilraunakennd rockhljómsveit. Þetta var ekkert punkband. En hún var undir miklum áhrifum frá þessum stefnum. Þessum, já, ég meina punki. Hún var undir áhrifum af punki. Við reyndum að gera eitt punklag sem hét Never Suck on Fun Days. Það er eina punklagi sem ég man eftir að við höfum reynd að gera svona við Svítaldi, sko. Það í byrjun 80, og við skulum segja bara með tónleikana Heilbreið æska. Þá var eftir Fraflarnir og utangarðsmenn spilu og fleiri grúpur, þá einhvern veginn, þá er búið að opna ákveðin hurð í fjölmiðla og kannski út í þjóðfélagi. Nú byrjum fullt af grúpum að koma fram. Bara koma upp og alveg rosalega orka og allir með sinn persónuleika, allt orkan, hvort að Joni eða Q for You, það voru eiginlega engin eins, sko. Allir með sitt. Og fyrst á 80, það var svona aðal kraftuna, aðal sprengingin. Svo þegar þú komin inn og fara að líða 82, þá fer þetta allt saman einhvern veginn að fjara út, sko. Það var búið að frumsýna rock í Reykjavík og þetta músikinn, þessi punk nýbylgja sem var hérna á Íslandi 81-2 var í miklum rénum. Baraflokkurinn var fljótlega kominn meira yfir á nýrómantíku hliðina. Maður svona kannski var að vonast til þess að
að þegar Rás 2 fari í lofti þá myndi það vera svona lyftistöng fyrir þessa músík. Þeir langaði að fara og elta Joy Division og Killing Joke svona yfir í hvað maður að kalla grábylgjuna. Nú fengi maður nú aldeilis að hlusta á punk og nýbylgju. Og utangangsmenn alltaf langaði að vera Rolling Stones. Brunaliðið og Brimkló, sko, það kom hérna allt aftur á fleygiferð og allt í boði ríkisins. Það var á vissan hátt svona hefnd skallapopparana og svona þeir voru hérna reka síðasta naglan í líkistu punksins. Þetta með hvort að punkið hefði dáið, jú, þessi svona kannski rosalega gróska, hún datt svolítið niður þarna 83. Þú berð saman bara það sem gerast í dag og það sem gerist fyrir 20 ára. Hún allt í einu orðið bara svona mainstream pop, það sem þótti rosalega gróft á 78-9, þannig að punkið náttúrulega breytti alveg ofboðslega miklu og fráleitt að halda fram að það sé eitthvað dautt eða búið. Punkið eins og rockið sjálft. Rockið þarf alltaf að endur uppgöta sig á 5 eða 10 ára fresti. Það fer alltaf út í einhverjar flækjur og leiðindi og verður kafnar undan eigin andfílu einhvern veginn og þarf þá að rífa sig upp úr því og gera eitthvað nýtt aftur og fara aftur í ræturnar. Og punkið ein af þessum bylgjum sem kemur alltaf aftur og aftur á svona 5-10 ára fresti. Og við erum kannski í einni svoleiðis þessa myndir. Og þess fólk fara að hlusta aftur á punk. Ég meina, punkið alveg í fullu fjöri og kemur alltaf aftur og aftur. Það var náttúrulega punk á Íslandi 1966 þegar hljómar hétu Torshammer og voru með fuzz-pedal og reiðilegust á honum alveg sundur og saman. Þegar við vorum að byrja að hlusta þetta við Stebbi þá fórum við einhverja mynd í Stjörnubíói sem var Bill Haley og Presley og alla þessa kappa og þar eru nákvæmlega sömu fyrirsagnirnar. Meira að segja punks notaði þessa kalla og sömu og Breitlandi notaði Shakespeare og Class, þetta var alveg sömu frasættir og sama sömu viðbröður. Sko þegar Elvis fyrst kom fram, Elvis Presley, pældi í því að það var bara eins og einhver massbúi hefði lent á planetinu, bæði hans framkomu og attitút og fatnaðurinn og allt þetta, þetta var bara alveg gekk fram á öllum, á þessum tíma. Til dæmis, og Chuck Berry líka, Hendrixon og svo Sex Pistols og það var alveg sama með fraflana, sko. Það punk í dag og verður alltaf punk, held ég. Meðan fólk bænir að spila á rafmagnsgítara án þess að kunna sóló. Þetta sem við heyrðum aldrei í útvarpinu hljómar nú daginn út og inn, má segja að við höfum sigrað. Og disko er gott líka. Það hef ég lært sem rockfræðingur eftir mikið þroska ferill. Mér fannst Fræðbarnið langbesta hljómsveit 1982 sinnar þó að það hafi ekki náðst að fanga það alveg nægilega vel í Rokkið Reykjavík og mér finnst við vera bestu hljómsveitin á senunni núna og ég held að við eftir að vera betri þetta sem að býður á. Þannig að ég held sé engin spurning að Fræðbarnið eru framtíðin.
kind of passion. The next blood is ready to go. I'm just a fury of my own. And carry a passion tradition. Eftir stuttastund endursýnum við norsku þáttaröðina Hálfbróðurinn sem byggir á sögu eftir Lars Saabye Christiansen sem hlaut bókmenntaverðlaun Norðurlandaráðs. We've known each other since we were 9, but then together we climbed hills and trees, learned of love and the disease, skinned our hearts and skinned our knees. Goodbye, my friend, it's hard to die. When all the birds are walking down the street, know that the spring is in the air. Pretty girls everywhere. Think of me and I'll be there. Goodbye, Papa. Please pray for me. I was the black sheep of the family. You tried to teach me road to road. To my song, but then I got along with my mind, time to die. When all the birds are singing in the sky, all the spring is in the air. Little children everywhere. When you see them, I'll be there. Goodbye, Martial, my little one. Who gave me love and every find my son. And every time that I was done, you would always come out. And the people on the door goodbye, Martial, they tried to die. And all the guys are running down the street. All of the spring is in the air. Little children everywhere. Think of me and I'll be there. We had joy, we had fun, we had seasons in the sun. But the hills that we found, the seasons of the we had joy, we had fun.